Númer 10, Elín Ármanns. Númer 4, Birta María Sigmundsdóttir. Númer 5, Embla María Böðvarsdóttir. Númer 6, Sonja Lind Sigsteinsdóttir. Númer 7, Thelma Einarsdóttir. Númer 8, Hulda Þorsteinsdóttir. 9, Adda Högnadóttir. 13, Harpa Róbertsdóttir. 15, Heiðdís Sigurðardóttir. 18, Ásthildur Bjarkadóttir. 19, Katla María Magnúsdóttir. 20, Hekla Hilmisdóttir. 24, Hanna Hauksdóttir. 26, Guðný Erlingsdóttir. Og 78, Brynja Sævarsdóttir. Þjálfarar stjórnunar í dag eru Sverrir Eyjólfsson og Thelma Lind Viktorsdóttir. Og þá er komið að liði Víkings númer 12, Anna Vala Axelsson. Númer 17, Emilía Dögg Sigmarsdóttir. Númer 27, Svava Björg Birgisdóttir. Númer 3, Lára Ívarsdóttir. Númer 11, Anna Ívarsdóttir. Númer 7, Ragnheiður Ásmundardóttir. Númer 8, Ester Inga Ögmundsdóttir. Númer 9, Ástrós Birgisdóttir. 10, Auður Sölvadóttir. 14, Arna Ólafsdóttir. 18, Klara Árnadóttir Sjött. 19, Sigurlaug Jónsdóttir. 20, Elín Helga Lárusdóttir. 21, Helga Hallgrímsdóttir. 23, Rakel Sigmarsdóttir og 33, Guðrún Maríam Ræhat. Þjálfarar Víkings í dag eru Andri Berg Haraldsson og Sigurlaug Rúnarsdóttir. Komið sæl, verið velkomin á leik Víkings og Stjörnunnar U hérna í Grill 66 deild kvenna. Þetta er svona fyrirfram, er þetta leikur sem að Víkings stelpur eiga að vinna en Stjörnulið er sýnd veiðin ekki gefin. Það þarf að mæti alla leiki að krafti. Já, Sonja Lind með árás. Já, mikilvægt að færa stólinn hérna. Já, fara hérna í júkafæslu og boltinn vantarlega tilbaka á Kötlu Maríu. Já, Hanna Guðrún. Búinn að taka mörg skref hérna. Já, hendi komið strax upp. Frábær línusending hjá Sonju Lind inn á Heklu Rán. Klára þetta vel. Já,
Skemmtilegt kerfi hérna hjá Víkingstelpum. Já, Ester hefði kannski átt að koma með hann yfir Auði. Hefði líka bara getað klárað þetta. Já, Auður Brynja lyfti sér upp og hefur ekki mikið fyrir þessu. Frábærlega gert hjá henni. Þetta höfum við séð æði oft í vetur. Já, Katla María hérna á miðunni. Hanna Guðrún. Já. Góð vörn hjá Víkingstelpum. Dómarar leiksins inn í kvöld, þeir Aron Daði Hauksson og Guðbjörn Ólafsson hafa áður dæmt í vetur hjá stelpunum og staðið sig bara með mikilli prýði. Hendi komin upp. Hörkuskot hjá Katlu Maríu. Ég held að Katla María sé fædd á uppálinn á Selfossi. Kom í gegnum barna- og unglingastarf Selfoss. Já, spurning hvort það spili aftur sama kerfi og í fyrstu sókn. Já, endanlega, nei. Fara bara í einn vinstri. Áfram. Já, mikil barátta hérna hjá Brynju Sævarsdóttur. Náði í boltana miklu harðfylgi, gafst ekki upp. Var einfaldlega bara frekari. Já. Ásthildur Bjarkadóttir fer langt út á móti Auður Brynju þegar Guðrún Maríam leysir inn. Já. Adda Sólbjört Högnadóttir. Skorar hérna gott mark. Smá skrekkur í okkar stúlkum hérna upp af leiks. Er að finna taktinn. Hornið alveg galopið, vinstra hornið. Frábær línusending en Rakel óöpinn steig hérna á línu. Já, þetta er bara vel klárað hjá Öddu Sólbjörtu. Nýtir teyginn vel og setur hann í gólfið inn undir markmanninn. Spurning hvort að Andri Berg fari ekki að taka leikli fljótlega bara, aðeins að frá heldur sem horfir. Báðir þjálfarar Víkings, þau Sigfús Páll og Íris Smith. Þau eru með COVID. Já, þetta er nú bara fínasta vörn hjá Stjörnustúlkum. Það eru grimmar fastar fyrir. Taka vel á því hérna í upphafi leiks. Já, Vílur hallaði sér aðeins og mikið. Já, Emilie ekki langt frá því en Sonja Lind skorar. Já, þetta er bara hárrétt hjá Andra Berg.
Aðeins að núlstilla stelpurnar, aðeins að Það eru líka stelpurnar búin að prófa mörg kerfi hérna í upphafi leiks og spurning hvort að Andri muni aðeins svona einfalda nálgunna sóknarlega. Ekki alltaf vera að spila eitthvað nýtt og nýtt svona. En já, 5-1 eftir 6,5 mínútu. Já. Þetta er ekki brjóta. Já. Lína að keyra hratt upp að skilja þær eftir. Glæsilegt, já, Auði Brynju fer hérna í góða yfirfintu. Mikill þungi hérna í skotinu. Nú er að standa vörnina stelpur, aðeins að vakna og mæta til leiks. Já, Sverrir Eyjálsson fannst flauti koma of snemma á dómarunum. Get vel skilið hann að sammálunum. Já. Nú fer hendin væntanlega að koma upp fljótlega. Já. Góð vörn hjá Helgu Lúðvíku. Helga er frábær varnarmaður. Já. Lítill slagkraftur í þessu skoti og Emil Edvard hafi ekki mikið fyrir þessu. Já, losi hornið, já, yfir, já, flott. Bæði Auður Brynja og Arna Þyri gerði þetta vel. Fengu svona 1,5 leikmann í sig og losuðu, en við náðum bara ekki að finna opnun. Já. Já, þetta er ekki alveg að ganga upp hjá okkur hérna í byrjun leiks. Það þurfa að finna smá neista. Já. Sonja Sigsteinsdóttir með gott mark. Þetta er spræk stelpa. Já, þetta er þetta lítur ekki vel út hérna í byrjun. Ég vil nú segja að þetta Stjörnulið er bara sprækara en ég held að þær hafa ekki náð í mörg stig í vetur. Man ekki alveg hvernig stöðutablan er. Ég minnir að það séu bara með örfá stig. Líki stelpunda með 10.
Glæsilegt mark hjá Örnu Þyri. Já, ekkert á þetta, bara keyra upp. Já, rétt. Skiptir Rakel hérna við Helgu. Það er spurning hvort að Helga fari ekki að skipta, koma inn sóknarlega með hvað er lítið að frétta hérna sóknarlega hjá Víkingstelpum. Hvort að Auður fái jafnvel smá andrými. Kerfi Löfven kallar hérna Sverrir. Já. Sonja Lind með hörkumark hérna. Þetta er stelpa sem að geti klárlega að spila í Ólís sem hotnamaður. Hún er svona snögg og áræðin og fitt. Og hérna klárlega öflug í þessari deild sem skýtta. Já, Ester, vel gert, sá hérna glufu, varnarmaður steig út. Mikið pláss sem myndaðist. Já, þetta var nú bara virkilega góð línusetningi á Hönnu Guðrúnu inn á Heklu, Hilmis. Hún kláraði þetta vel. Já. Brynja kemur út af aðeins. Fær aðeins að sjá leikinn af hliðarlínunni og aðeins að svekkja sig í smástund og síðan er hann bara komin aftur inn á. Þetta er frábær gabbræfing hjá Ester Ingu. Hún er ansi kvik í báðar áttir. 5-9, þetta er vonandi aðeins að skána. Aðeins að fara að þétta vörnina hérna líka og fá stopp í götin. Já, það er önnur að fara út í Sonju. Arna Þyri bara, það var einhver misskilningur hérna á milli Örnu Þyriar og Helgu. Já, losa. Þurfum að nota horni líka. Guðrún er ein á auðum sjó þar. Einn hægri kallar Andri Berg. Kemur Kara inn hérna væntanlega á móti. Já. Frábær sending hjá Hafdísi á Ásthildi Bjarkadóttur. Já,
Já. Já, nú þarf að skila sér heim stelpur. Adda Sólbjörn kemur hérna Stjörnunni í 12-5 eftir 16 mínútur. Gjörsamlega óboðlegt að fá þessi 12 mörk eftir 16 mínútur. Á móti liði sem er hérna neðar í töflunni en við. Ég bara þekki ekki þessa Víkingsstelpu núna. Algjörlega hillum hornar. Bara því miður, ég verð bara að segja alveg svo er. Við bara setjum kröfur á þessu stelpur, það hefur bara mikla framfæri verið og staðið sér vel, heilt yfir í vetur. En Ester, frábæra fintu. Arna Þyri kemur inn á til að taka víti. Og hún skorar, skiptir aftur út af. Nú það bara aðeins að finna neistan og gleðina, fara aðeins að brosa líka og nenna þessu, nenna að spila vörn. Já, aðeins byrjar að tala. Úff. Frábær reikning hjá Heklu Rán. Já, áfram, leita færinu. Gott Helga. Frábært mark hjá henni. Við þurfum að ná þessu niður í svona 3 mörk fyrir hlé. Það er nú vel hægt, en það er 12 mínútur eftir að hálfleiknum. Svo er hægt að núllstilla í hálfleik og saksa hægt og rólega á þetta. Já. Aðeins betri líkastjáning núna, aðeins betri holning. Já, Sonja Lind er nú bara virkilega öflugur leikmaður í þessari deild. Spurning hvort það þurfi ekki bara að fara aðeins að stíga út í hana, loka á hana. Hvorki Katla María né Hanna Guðrún að skora. Já. Sjálfsögðu Helga og 2 mínútur jafnvel fyrir smá hrindingu. Ég vilja sjá 2. Já, Arna Þyri klárar. 14-8. Já, eins og ég talaði með hann, bara setja sér raunátt markmið, minnka niður 3 fyrir hálfleik. Svo taka þetta í seinni. Það þarf að stoppa þessa Sonju. Það er bara þannig.
Hún er einfallega allt í öllu hérna hjá Stjörnuliðinu. Spurning hvort það séu ekki einhverjar hérna í þriðja flokk kvenna sem hafa verið þjálfaðar af Sigurgeiri Jónsssyni Sissa. Fengi góða skólun hjá honum. Hornið laust, hornið laust. Hornið hafa ekki fengið eitt einasta færi í dag. Glæsilegt. 15-9. Bara ég vil ekki gera. Já. Frábær finta hjá Helgu Lúðvíku. 15-10. Já, nú er Helga Lúðvíka komin á þessa Sonju Lind. Ég spáði því að fara ekkert í gegnum Helgu. Já. Og Katla María skora gott mark. Sonja Lind, arkitektina þessu. Klift hana vel inn. Já, að sjálfsögðu frábært kerfi sem gekk fullkomlega upp. Elín Helga klifti hérna inn Auði Brynju. Já, varnarleikur nefið aðeins skána. Við þurfum að fá meira í næsta. Já, gaman að sjá þetta. Þarna Þyri lætu vel til sín taka. Já, áfram, fótavinnu og stíg út í hana. Algjör yfirbara maður á vellinum. Hingað til þessi Sonja Lind. Og Ester fiskar víti. Já, 17-12, 5 mínútur eftir. En og aftur segi ég minkandi niður 3 fyrir hálfleik. Og 0 stilla sig í hálfleiknum og komið svo nýtt lið tilbaka í seinni. Já, góð vörn. Katla María
fara að skjóta þetta. Komið nálægt markinu og hann getur verið að hnoða inn á línu. Það er ekki hennar leikur. Þá er komin Elín Ármanns inn á völlinn í markið. Já, þetta er réttur dómur. Já. Ekkert annað hægt að gera. Þarna er maður vítakast og Sonja fer á punktinn. Anna Vala á mótinni. Og Anna Vala verður þetta frábærlega gert hjá henni. Þetta er það sem við viljum sjá. Alveg einkomu sem að stimpla sig inn í leikinn. Jæja. Frábær skotfinta hjá Örnu Þyrí. Varnarmennirnir féllu fyrir þessu. Vippa þarna yfir Elínu Ármanns. Já. Ástildur skorar miklu öryggi hérna í herráðinu. Áfram halda þessu 6 marka forskoti. Við verðumst ekki ná að brúa þetta bil. Já. Glæsilegt. 14-19. Stöndum vörnina og fáum gott mark. Það er öllu betra öllu skárra að fara með -4 inn í hálfleik heldur en -6. Já, Sonja Lind klikkar aftur og vítakasti. Nei, stelpur, nú það er bara að fá gott mark. Við verðum að fá 2 stig út úr þessu leik. Við ætlum aðeins að fikra okkur ofar töfluna. Ekki vera bara í einhverju miðjumóði. Reyna aðeins að svona reyna að para okkur við toppliðir eða reyna að færast aðeins nær þeim. Já, hendur, sína hendur. Já, virkilega vel var í Önnuvölu. 15-19. Þetta er allt galopið í setni. Við eigum inni framlag frá Örnu Þyrí, meira framlag frá henni og Auði Brynju. En við komum að vera með spori.
Jæja, þá seinni hálfleikurinn hafinn. Svona með hvernig Víkingstelpunar þjöppuðu þessu saman hérna rétt áður en að flautið galla og þá held ég þetta verði bara allt í lagi, svona held þetta verði betra heldur en fyrri hálfleikur, vona ég. Já, aðeins meiri kraftur hérna, hraðara spil allana. Og losa. Já, hornið. Nei, bara í gegn. Vel varið hjá Hafdísi. Algjörlega frábær varsla hjá henni. Hendi komin upp, já. Frábær vörn hjá Helgu Lúðvíku. Stoppaði þessu nummer 6, Sonja Lind. Já. Katla vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð. Fekk ekki. Nú bara að vinna hana leik. Kom með alvöru endurkomu. Seinni hálfleik. Þegar Auður Brynja kemur inn á þá þarf hann að setja bara 5-6 mörk. Þurfum að búa til stöðu fyrir hana. Arna Þyrí með mikið pláss. Já, virkilega vel klárað hjá Elínu Helgu. Guðbjörn vill fara hérna í hugsanlega 2 mínútur brottvísun en Aron Daði ekki sammála. 16-19. Já, fínt. Glæs. Virkilega góð og kröftu byrjun hérna allt hann að sjá til okkar stúlkna. Ástrós Birta lætur vel finna fyrir sér hérna varnarlega. Og frábærlega gert hjá Hönnu Guðrúnu. Hérna hefði Elín Helga átt að vera sneggri að stíga fyrir hana, að reyna að fiska ruðninginn eða koma í hjálp á vörnina. En áfram. Glæsilegt hjá Elínu Helgu með 2 bolta. Og Anna Vala heldur uppteknum hætti. Já, Kararún lætur vel finna fyrir sér. Lykillinn að stoppa þessa Sonju. Já, hárréttur dómur. Allt í góðu. Klárum hana næst. Silla gefur henni góð ráð. Og þá það Thelma Dögg
örugg á punktinum. En það er ljóst ef við ætlum að vinna þennan leik þá verðum við að fá Auði Brynju á fullu gasi hérna á einhverju tímapunkti í seinni hálfleik. Það er nú bara þannig. Virkilega góð finta hjá Helgu. Gamla góða tvöfaldafintan. Fótur, já, Helga strax með. Nei, ok, 4 á. Nei, róa, stoppa. Þetta er búið. Já, Elín Helga fær smá hérna á trínið. Áfram. Já. Helga og Arna þurfa að fara að lyfta sér upp. Glæsilegt. 21-19. Við erum að saxa á þetta. Allt annað að sjá til liðsins hérna í seinni hálfleik. Já. Ástrós mist hana hérna. Óheppin. Það fer Telma Dögg aftur á punktinn móti Önnu Völu. Já. Já. Frábært fyrir okkur. Telma Dögg bregst bóðalistinn. Skýtur í stöng. Já, réttur dómur, Elín óheppin þetta. Þvílík varsla hjá Önnu Völu en ég vek athygli á þessari hjálpavörn hjá kennslukonunni í Kópavoginum, Körrún Árnadóttir Sjött. Tók straugið úr horninu langt inn á miðjun nánast. Gerði frábærlega, tók harðvægt ákvörðun. Já, þær eru í pöttuflattri 6-0 og við erum með leikmenn fyrir utan sem eru ekki mikið að lyfta sér upp. Þeir eru svolítið frekar að leita línu og gegnumbrottum. Það var þetta erfitt á móti svona aftalegri vörn. Já. Glæsilegt hjá Körurún. Reynsluboltinn frá Akureyri. Gólfið og inn. Klikkar aldrei. Tuttugu 21. Jafnt til liðu núna. Og fyrsta skipti í langan tíma þá getum við jafna leikinn. Auður kominn inn á. Frábært að sjá hana inn á vellinum. Nú var ég bara til í eina klippingu fyrir hana frá
þetta var ekki gott. Missum boltan út af og Sonja svarar hæl. Auður má ekki dvelja við þennan tæknifeil og lengi. Bara 9 mínútur búnar hérna seinni hálfleik. Nægur tími til stefnu. Við eigum að vinna þetta. Já, upp með þig og já, bakkaðu og upp með þig. Já, og klift hana inn, já, og upp með þig. Já, þetta er ekki góð sending niður í horn. Já, góð vörn, já. Frábær hjálpa vörn í köru. Löfven kallar Sverrir Eyjólfsson, Adda Sólbjört kemur undan fyrir utan. Kemur væntanlega með boltan tilbaka, nei. Já, strax upp. Nei, allt og seinar upp. Þetta er bara 2 mínútna brottvísun, hárréttur dómur. Glórulaust brot hjá Birtu Maríu. Lengst utan að kanti í vonlausri leikstöðu. Jæja, nú erum við einum fleiri. Spurning hvort að, já, náum henni í hornið. Boltinn enda væntanlega hjá Elínu. Já. Það er gamla góða vippan sem að hún hefur oft gripið til í vetur. Koma svo stelpur, vel gert! Glæsilega gert hjá þeim, búin að minnka í 1. Við erum einu fleiri. Já. Sverrir Eyjólfsson Bragasonar hefur séð nóg og tekur hérna leikhlé. Þannig að sammála Andra Berg sem segir hérna við stelpurnar að þetta sé allt annað varnarlega, miklu meiri svona líkastjáning, handavinna, fótavinna, hjálpa vörn og öll þessi grunngildi sem þarf að hafa. Já, Víkingsstelpurnar ætla sér 2 stig. Við setjum bara kröfu á það að þær klári þennan leik. Fari upp í 12 stig í deildinni. Áfram Víkingur! Við ætlum að sækja upp á við, ekki dragast eitthvað neðar. Sá tími er liðinn. Þegar liðið var hérna bara fá 0 stig og 2 stig og 4 stig. Við erum í uppbyggingarfasa. Frábær vörn. Glæsileg vörn. Að hendi komin upp. Nei. Sonja gerir þetta vel. Þetta er bara virkilega góður leikmaður í þessari deild eins og ég sagði í fyrri hálfleik.
endalega stelpa sem getur leyst líka hornið vel. Já, upp með þig að sjálfsögðu. Ef engi fer út í hana, bara negla á markið. Já, Adda Sólbjört, Katla María á. Það spurning hvort að Emilía Dögg tekur væntanlega síðasta korterið, hún Emilía. Anna Vala búin að standa sig ágætlega. Við þurfum 7-8 bolta í viðbót á þessu korteri. Já, það vantaði ekki mikið að Auður væri komin hérna í gegn. Það er bara aðeins meiri trú. Já. Já, sammála kvikmyndatökumannum að Anna Vala og keyra upp núna aðeins á þar. Já, ok, Andri vill róa. Þurfum satt að fá aðeins. Að sjálfsögðu. Ná, 23-24, korter eftir. Ári Elín Ármanns komin inn í markið á Stjörnunni. Já. Þetta var erfitt skot hjá Telmu. Langt utan að velli. Andri Berg gefur hérna fyrirskipanir. Nei, ó. Glæsilegt, svona gammaldags kerfi. Góð vörn hjá Ester. Aldrei 2 mínútur, en já, gaman að sjá þetta svona, þetta gamla góða kerfi. Helga svona þykist fara í klippinguna en fer sjálf í gegn. Og Ester kemur okkur yfir í fyrsta skipti í leiknum. Frábært að sjá þetta. Stórkostlegur kafli hérna í upphafi seinni hálfleiks. Fyrstu 16 mínúturnar. Við erum að vinna þetta með 6 mörkum. Vorum hérna 5 mörkum undir í hálfleik. Og Anna Vala er búin að verja vel. Já, Guðbjörn, dæmiskref. Já, hún var á 5. skrefi. Sverrir Eyjólfsson. Myrkur í máli við Aron Hauksson, dómara. Vill meina hún hefði bara farið upp á 3. skrefi. Að sjálfsögðu
26-24. Koma svo stelpur! Áfram Víkingur! Koma! Já, Sonja Lind Sigsteinsdóttir komin aftur inn á hérna. Við þurfum að hafa áfram gætur á henni. Hann er... Já, góð vörn. Á meira! Góð hjálpavörn. Virkilega... Já... Fótur! Já. Það er alveg mátt dæma fóta á þetta. Víkingar! Hei! Já, Vel gert! virkilega góð vörn núna. Það er stuð og stemming og attitude í vörninni. Þessi grunngildi að nenna að hreyfa sig á fótum og hjálpa næsta manni við hliðina á, en Ásthildur klárar hérna vel í horninu. 26-25. Það eru 11 mínútur eftir. Koma svo, áfram Víkingur! Þetta verður spennandi og skemmtilegt síðustu 11 mínúturnar. Já, þarna vorum við bara heppin að áfram boltan yfir, fánir í hot, teygja á þeim, losa, já, bara góð vörn, enga 2 mínútur. Auður þarf að hafa trú á þessu. Glæsilegt. Þetta er hennar leikur. 1, 2, 3 og upp og plaffa á markið. Brjóta! Vel gert! Flott vörn, stelpur! 27-25, 10 mínútur eftir. Virkilega flottur seinni hálfleikur eins og ég oft kom inn á hérna. Já. Þéttum á bolta, segir Andri Berg Haraldsson. Katla María keyrir hérna eins og hraðlegst milli 1 og 2. Og Helga Lúðvík fær hérna 2 mínútna brottvísun. Ég verði ekki, ég sá ekki alveg fyrir hvað. Koma svo Víkingur! Andri Berg fekk gult spjald. Andri Berg, toppmaður, mikill félagsmaður, er aðstoðarþjálfari hjá Gulla, Jóni Gunnlaugi Vigfússyni í meistaraflokk karla. En er bara það mikill félagsmaður að hann stjórnar liðinu hérna í fjarveru Siffa og Írisar. Siffi og Íris bæði með COVID. Já, samræmi myndi einhver vilja segja. Auður fær hérna óblíðar móttökur, hendi komin upp. Það var nákvæmlega ekkert að þessu marki. Bara eins og var sagt á leikvellinum í gamla daga, nema var krakki samin inn. En Katla María snögga svara, við þurfum að vera aðeins sneggri að skila okkur heim. Stelpurnar verða að vera aðeins svona skarpari að hlaupa heim. Já. En þá 22
2 sekúndur í að við verðum með fullskipa lið. Við ákveðum að taka ekki markmann út af. Við verðum að fá einhverja illýsingu á móti þessari vörn. Einu færri. Aðeins að reyna. Já. Andri Berg tekur leikli. Þetta verður hörku spennandi hérna síðustu 7,5 mínútuna. Ég sé að Vigdís Jóhannsdóttir er ákveðlega spennt hérna. Hann ræðir hérna með Brynjólf Þórsson og Helgu Birnu Brynjólfsdóttur. Já, 7 sekúndur að verða með fullskipa lið. Við fáum vantarlega, fáum vantarlega línumann hérna inn á, Já, hérna voru við frekar heppin, vil ég meina. Nú kemur Helga Lúðvík inn á línu. Já. Glæsilegt. Þetta bara gamaldags kerfi sem myndi á Julián Durnona hérna á KA 95-6. Bara stilt upp í fríkast og gamla flugbrautin. Auður ekki lengi að færa sér þetta í net. Vítakast. Þá kemur Telma Dögg inn á, ég held hún sé búin að klúra 2 vítum. En hún skorar núna, minkar í 1. Áfram Víkingur! Rúma 6 mínútur eftir hérna. Ástrós Birta komin núna inn á línu. Já. Glæsilegt mark hjá Köru Rún Árnadóttir Sjött. Varnarmaðurinn ætlaði að tækla hana hérna við hliðarlínu. Hún fór bara hérna í gömlu snúnísvintuna og keyrði alla leið að marki og skoraði gott mark. Og vel spila hjá Köllu Maríu inn á Birtu Maríu. Maríunar með gott samspil. Já, nú kemur Ester aðeins út af. Ég væri bara til í að Arna Þyri myndi fara í júgga vinstri bara. Fá Auði upp á miðju. Lína Rikki frá. Ég segi svona. Áfram boltan yfir. Auður skjóttu. Leifinni að klára maður. Vantar samræmi. Glæsilegt mark. Já, Stjörnustúlkur snöggar að svara. Þeir
keyra alveg óhikkað á Víkingstelpuna stundum. (31-30), 4 mínútur eftir. Og taka þær Auði Brynjar umferð. Spurningum að fá Ester inn á, fá hraðarfintur. Já, nú þarf Arna Þyrí að stíga upp. Þarna var hún heppin. Þarna voru... Jú. Já, boltinn eitthvað sleipur. 2 hérna búin að missa hann. Það var bara að skipta bolta. Koma svo Víkingar! Einbeittar! Já, Helga Lúðvíka með frábært undirrættaskot, gamla góða lágskotið eins og var kallað hérna í den. Já, Guðbjörn Ólafsson vissi sín sök, samkvæmur sjálfur sér núna. Leikmaður Stjörnunnar spólaði hérna upp völlinn og Sverrir Eyjólfsson Bragasonar. Já, þetta er hárrétt, taka línumann út af og fá Ester inn á. Áfram Víkingur! Koma svo! Kara Rún á þessa hugmynd sem hún kom áleiðis til þjálfarateymisins. Virkilega vel gert, 33-30. Stíga! Já, þær ekkert smá snöggar að svara hæl. 2 mínútur eftir, 33-31. Koma svo Víkingar, áfram! Einbeittar! Já, spila 40 sekúndna svo fá eitt gott mark, þá þetta komið að sjálfsögðu. Þetta er komið 34-31, 1:50 eftir. Ja, aldrei að segja aldrei. Já. Nei. Kara farið lengra inn í horn. Já. 1 mínúta og 18 sekúndur eftir. Bara eitt gott mark. Þær fara hugsanlega að taka 2 umferð, ekki 1. Þá þurfa hinar 4 bara að halda breitt og hreyfa sig. Mikið pláss, 4 á móti 4. Já, bara spila Arna, mikið pláss, aftur spila og notaði hverju, hvað er sagt á, fáið fríkast. Nei. Já, hérna var heppnin með okkur í liði. Það fara vantarlega maður og mann hérna. Nei, það liggur ekkert á, bara spila. Já, Kara, já, spila. Góð klipping.
Já. Þetta er lína. Þetta var nú alltaf lína en Aron Daði. Þetta er smá spennu í þessu. Nú þarf að hreyfa sig án bolta. Láta ekki stela frá sér. Sá ekki alveg hvað gerist þetta. Virðist vera hún hafi meitt sig illa. Hanna Guðrún vonandi ekkert alvarlegt. Ekki fljóta. Já. Vel gert, Víkingar! Glæsilega gert hjá þeim. Frábær sigur. Eftir erfiðan fyrri hálfleik þá var seinni hálfleikurinn frábær. Það stigu vel upp og kláraði þetta. 2 mikilvæg stig í hús. Þannig að við sendum bara batakveður á Hönnu Guðrúnu. Vonandi er hún ekki alvarlega meidd hjá Stjörnunni. En eins og ég segi þá leit þetta ekki vel út í fyrri. Vorum mest 6-7-8 mörkum undir eitthvað leiðis. Já, 7-8 mörkum undir. En komum vel tilbaka í seinni. Og bara frábær sigur. Þannig að óskum bara stelpunum til hamingju og svo fer kallaliðið að hefja leik fljótlega í Ólís-deildinni. Þannig að ég held að sé einhverjar 10-14 dagar í fyrsta leikja þeim. Þannig að við þökkum bara fyrir áhorfið í kvöld og minnum líka á styrktarlínu okkar. Það er alltaf hægt að styrkja, leggja okkur lið. Enda erum við eins og önnur íþróttafélög ekki að fá innkomu af leikjum og svona. Þannig að veitir ekki af margt smátt gerir eitt stórt. En já, við þökkum kærlega fyrir áhorfið og minnum bara á næstu útsendingu hjá okkur. Takk fyrir.